Herðu, ég ætla að biðjast aftur bara afsökunar á því hvað ég er búinn að vera ótrúlega lélegur að vídeoblogga í dag, eða þú veist, seinustu daga. Aðalástæðan fyrir því er bara að ég er búinn að vera að drekkja mig í vinnu og kem seint heim á kvöldin og hef ekkert eitthvað þótt merkilegt það sem ég er að gera og ekkert verið að taka upp. Þannig að biðjast afsökunar á því, ég ætla að bæta úr því, enda var góður félagi minn sem benti á það að þú veist, þetta er vídeoblogg og ég á bara að sýna það sem ég er að gera. Þótt að það sé eitthvað ómerkilegt, þá á ég samt að uploada. Þannig að ég ætla að fara að uploada núna hverjum einasta degi og heimasíða mín er á leiðinni í loftið, þannig að þið eru að fara að fylgjast með því. Og já, bara ótrúlega bjartir tímar framöndan. Ég og Anita, við erum að fara að gifta okkur bara eftir korter. Það er rosa stutt í það, þannig að við erum ennþá að undirbúa það og já, það er bara allt ótrúlega mikið að gera. Anita, hún er auðvitað að vinna sem dagmamma á gæsluvelli í Gráavík og svo er hún byrjuð að vinna á hóteli líka, rosa flott hótel sem er í Hafnarfirði. Ég er að vinna auðvitað bara ennþá í öryggismiðstöðinni, nóg að gera þar og já, það er bara ótrúlega mikið að gerast og einhverju hluta vegna vill ég ekkert vera eitthvað mikið að vídeoblogga því ég er í vinnunni eins og núna, en það er bara eitthvað sem ég þarf að bæta upp úr. Allavega eins og ég hef heyrt allavega frá félaga mínum er að sko að maður á alltaf, þú veist, ég á alltaf að posta þó að mér finnst það ekki þess virði að fara á netið, þá er ég samt að posta bara til að leyfa ykkur að fylgjast með og líka minningarnar seinna mér, hvað maður er að gera. Þannig að ég ætla bara, ég ætla að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir áhorfið, takk fyrir stuðninginn, takk fyrir að hanga ennþá og fylgjast með og bíða eftir mér. Já, ég ætla að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir mig og munið njótið lífsins. Takk fyrir mig.